Kona sem berst við krabbamein í vélinda fær ekki að fara í fyrirhugaða geislameðferð á morgun þar sem ekki starfsfólk á geislameðferðardeild Landspítalans til að taka á móti henni. Tollamál voru ofarlega á blaði ríkisstjórnarinnar á fyrsta fundi eftir sumarfrí. Enn getur brugðið til beggja vona fyrirhugaða tolla ESB og forsætisráðherra segir skýr skilaboð hafi verið send til Bandaríkjastjórnar. Norski olíusjóðurinn ætlar að selja hlut sinn í nokkrum ísraelskum fyrirtækjum eftir að í ljós koma eitt þeirra tengist Ísraelsher. Sjóðurinn á enn í tugum fyrirtækja í Ísrael og ætlar ekki að hætta að fjárfesta þar. Einn helsti keppinautur stangveiðimanna herjar á laxveiðiár og veldur usla. Myndband af mink stinga sér til sunds sýnir hversu flink dýrin eru við veiðar. Sýning á Trektarbók, einu megin handrita Snorra Eddu, var opnuð í Eddu í dag. Hún hefur ekki verið hér á landi í 400 ár og væntanlega eins og Snorri Sturluson gekk frá henni. Komiði sæl. Það er erfitt að þurfa að lifa í svona óvissu, segir kona með krabbamein sem kemst ekki í geislameðferð á morgun því ekki mannskapur á Landspítalanum til að taka á móti henni. Illa gengur að fá sérhæfða geislafræðinga til starfa. Þóra Jónsdóttir greindist með krabbamein í vélinda í júní og alvarleikinn var slíkur að ákveðið var að hefja meðferð strax. Það er þess að 23 geislameðferðir og 5 lyfjameðferðir og þetta á alltaf klárast í loka ágúst. Ég átti þess að vera að fara í mína 12. geislameðferð á morgun, miðvikudaginn, en það verður ekki afneiti geislameðferð á morgun. Ástæðan mannekla á geislameðferðardeild Landspítalans. 2 svokallaðir línurhraðlar sem notaðir eru í geislameðferð eru á deildinni, en sökum skorts á sérhæfðum geislafræðingum hefur ekki verið hægt að nota bæði tækin í einu. Ég fekk ekki svona formlega tilkynningu heldur og bara miðið upp á vegg sem stóð að það eru tímabreytingar í þessari viku. Mér finnst það ekki að þurfa að gera þetta, mér finnst það í raun og veru ekki ásættanlegt. Meiri hluti ævinnar maður búin að borga skattana sína og sína gott fordæmi og maður reiknar með að fá bara eitthvað tilbaka. Ég er ekki að segja að ég hafi ekki fengið það en þú veist hvað ég á við. Þóra tekur fram að hún sé nokkuð brött en að óvissan sem fylgir því að vita ekki hvenær hægt verði að fara í meðferð geti valdið fólki bæði kvíða og vanlíðan, enda snúist lífið fyrst og fremst meinið og að ná bata. Sem að gleymist það stund bara leið að fá greininguna. Þess að það er mikilvægt að sé haldið vel utan allt. Talsvert hefur verið fjallað þungastöðu og geislameðferðardeild Landspítalans undanfarna mánuði, bæði hvað varðar starfsfólk og tækjakost. Landspítalinn segir í skriflegu svari að reynt sé að beita öllum ráðum til að fjölga sérhæfðu starfsfólki og heilbrigðisráðherra segir að allt kapp sé lagt á að bæta stöðuna. Það í gangi núna spretthópur sem að fjallar það hvernig við getum stytt bið eftir geislameðferð og ég á von á niðurstöðu á allra næstu dögum. Margt tekur tíma að útfæra þannig á meðan verið að senda sjúklinga sem það geta erlendis en við þurfum að bæta aðgengi að geislameðferð til bæði skemmri og lengri tíma. Maður svo ánægð með hversu vel allir taka móti manni og allt sem gert einhvern veginn fyrir mann að maður reynir að láta þetta ekki á sig fá, fattar þau. En að sjálfsögðu þá lengist í meðferðinni, þannig að sem síðan ekki séð fyrir endan á því að maður veit ekki ævi sína fyrir öll Utanríkisráðherra segist hæfilega bjartsýn á að það takist að koma í veg fyrir að Evrópusambandið setji tolla á járnblendi. Forsætisráðherra segir sendiherra Íslands í Bandaríkjunum hafa sent skýr skilaboð að íslensk stjórnvöld séu ósátt við nýtilkomna tolla þar í landi. Tæp vika síðan 15% tollar lögðust á íslenskar vörur sem fluttar eru til Bandaríkjanna og það styttist í að ákvörðun liggi fyrir fyrirhugaða tolla Evrópusambandsins á járnblendi. Tollamál voru því ofarlega á blaði á fyrsta fundi ríkisstjórnar eftir sumarfrí í dag. Varðandi Bandaríkin þá búið að óska eftir samtali varðandi viðskipti milli landanna. Við erum núna bara að bíða eftir að þær viðræður hefjist. Sendiherrann okkur í Bandaríkjunum búin að senda skýr skilaboð til þarlenda stjórnvalda að við séum mjög ósátt við þessa stöðu. En við erum líka komin bara á breyttan stað í alþjóðamálum. Verði að fyrirhugum tollum ESB taka þeir gildi 19. ágúst og vara í 200 daga til að byrja með.
Við erum að nudda, við erum að þrýsta, við erum í samvinnu við iðnaðinn líka í þessu og reyna að virkja allar hendur sem að geta mætt á dekki til þess að mínu mati að ákvörðun Evrópusambandsins verði þannig að hún raski ekki innri markaði sambandsins. Ég hef verið í miklum samskiptum við forsætisráðherra Noregs líka varðandi þetta mál og við höfum beitt okkur í sameiningu gagnvart Evrópusambandinu og forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins. Þannig að við erum að halda áfram að þrýsta. Erfitt sé að geta sér til hvað gerist. En það augljóst að það ýmis þyngdaröfl sem er að toga innan framkvæmdastjórnarinnar og mér finnst, eins og ég segi, enn og aftur skipta gríðarlega miklu máli að menn áttu sig á því, ekki síst í ljósi þess að við þurfum að byggja upp hlut Evrópu í öryggi og vörnum. Það þýðir það að aðfangakeðjur þurfa að vera tryggðar varðandi hráefni. Við Íslendingar eru hluti af því, það eru líka Norðmenn og það er þetta samtal sem er í gangi. Ég ætla að leyfa mér að vera hæfilega bjartsýn en það getur brugðið til beggja vona. Norski olíusjóðurinn ætlar að selja hlutabréf sín í 11 fyrirtækjum í Ísrael en ekki að hætta fjárfestingum þar. Nýlega var afhjúpað að sjóðurinn hafði fjárfest í fyrirtæki sem framleiðir varahluti fyrir flugher Ísraels. Ólga hefur ríkt eftir að norskir fjölmiðlar greindu frá því í síðustu viku að norski olíusjóðurinn hefði fjárfest í ísraelska fyrirtækinu BET-CMS Engines Holdings eftir að Ísraelar hófu linnulausar árásir á Gaza 2023. Fjármálaráðherrann var kallaður fyrir eftirlitsnefnd þingsins í dag því að undir hans ráðuneyti norski fjárfestingarbankin sem hefur umsjón með sjóðnum. Allar fjárfestingar sjóðsins verða endurskoðaðar. Retningslinjene klare. Vi skal ikke medvirke til brudd på folkeretten, ikke til krigeraktivitet på okkupert område Vestbredden og det grusomme som skjer på Gaza. Og det må de da gå inn og sjekke nå veldig grundig. Ríkisstjórn Noregs hefur sakað stjórnvöld í Ísrael brota á alþjóðalögum. Eftir ráðleggingar frá siðaráði sjóðsins á að selja hlutabréfans í 11 ísraelskum fyrirtækjum, þar á meðal í fyrirnefndu BET-CMS Engines sem framleiðir varahluti í sprengjuflugvélar sem Ísrael ser beitir við árásir á Gaza. For det vi har sett helt fram til det siste, det at finansministeren har gått langt i å garantere at det norske oljefondet ikke investert i folkerettsbrudd og i selskap som en del av den israelske krigsøkonomien, til tross for at både FN, sivilsamfunnet i Norge, SV og andre partier har advart mot at det kunne være tilfellet. Norski olíusjóðurinn á enn hlutabréfi yfir 40 fyrirtækjum í Ísrael og ætlar ekki að hætta að fjárfesta þar. Hvorfor det så viktig å beholde oljefondet i Israel? Det har med hvordan dette pensjonsfondet som vi tar vare på fremtidige generasjoners sparepenger forvaltes. Det forvaltet over hele verden, 8-9 tusen selskaper. Vi bruker ikke det som et utenrikspolitisk virkemiddel. Norski olíusjóðurinn stærsti fjárfestingarsjóður í ríkiseigu á heimsvísu og í honum eru geymdar umframtekjur af olíuvinnslu. Á vef sjóðsins hægt að sjá ávöxtun í rauntíma. 3 mönnum sem sættu gæsluvarðhaldi vegna rannsóknar lögreglunar á Norðurlandi eystra og skipulagðri brotastarfsemi hefur verið vísað úr landi. 4. manninum verður einnig gert að fara af landi brott. Öllum 4 var vísað til Albaníu að sögn lögreglu. Þeir voru hvorki með leyfi til að búa né starfa á Íslandi. Aðgerðir lögreglu hófust með húsleit í einbýlishúsi á Raufarhöfn og í kjölfarið var leitað í minnst 5 íbúðum í viðbót víða land. Til rannsóknar eru innlendir og erlendir brotamenn grunaðir stórfellda fíkniefnaframleiðslu. Minnst 3 lögregluembætti hafa tekið þátt í rannsókninni ásamt sérsveit ríkislögreglustjóra. Meindýraeyðir segir veggjalús vera orðnað faraldri hér á landi og lítið gagnist að eitra fyrir henni því hún sé orðin ónæm. Hann kallar síðasta ár veggjalúsarinnar. Umræðan veggjalús sem ensku kallast bedbug hefur færst í aukana með fleiri slíkum tilfellum. Enska heitið lýsir hegðunina vel. Þau eru svolítið staðbundin við bara rúm. Elska að vera í rúmum og aðalega undir rúmbotninum. Tjaldan á milli dínu og rúmbots. En aðalega undir rúmbotninum og ef það höfðagafl, þá það svolítið mikið höfðagaflinu.
Steinar Smári segir að veggjaljósin skríði en stökkvi hvorki né fljúi. Hann segir tilgangslaust að kaupa eitur í búð við þessum vanda því við eiturinn dreifir lúsin sér auk þess sem hún sé að mestu ónæm fyrir eitri eftir áralanga notkun þess. Ekki það að drepa stykki fyrir stykki? Það liggur við. Nei, sko ég er með svona þurrgufu hitavél sem er sérstaklega búin til fyrir veggjalúsa eyðingu. Svo er ég með kísilgúr og ég nota eitur, jú, það náttúrulega drepur einhvern hluta af pöttunum. Þannig að þetta drepur ákveðin hluta af pöttunum, þetta drepur ákveðin hluta af pöttunum, hitt getur drepið einhvern ákveðin hluta af pöttunum. Samtals er þetta að gera 120%. Lengi vel var veggjalús að finna á hótelum að gistirýmum en hún finnst æ oftar inn á heimilum. Fyrir fáeinum árum hafi fólk haft samband vegna þess að vanda einu sinni viku en nú gerist það jafnvel 3 á dag. Ég og starfsmenninni mínu köllum árið í fyrra, 24 ár veggjalúsarinnar. Eins og Kínverjinn segir á róttuna, þannig að ég veit ekki hvað ég á að kalla þetta ár. Fram hefur komið í fjölmiðlum að heilbrigðiseftirliti hafi ekki borist fjölgun tilkynningum veggjalús eins og berið að gera. Steinar Smári segir vissulega reglugerð í gildi en hann telji það ekki sitt að tilkynnum svona útköll. En nú ert þú að vinna samkvæmt reglugerð sem er sett? Jú, mikil ósköp. Þarf ekki að fara eftir henni? Jú, en það er allar reglugerðir gerðar til þess að brjóta það líka. Það má kannski segja það. En ég vil ekki, þetta er bara einkamál hvers og eins finnst mér. Telur þetta brjóti gegn persónuvernd jafnvel? Það geti verið, já. Það hafa verið áhugavert að athuga það. Sjúkratryggingar Íslands hafa samið við einkaaðila framkvæmd liðskiptaaðgerða og fleiri skurðaðgerða til 3 ára. Samningurinn er sagður tryggja 1000 aðgerðir á þessu ári. Samið var við klínikina Ármúla og Stóðkerfi EHF í samstarfi við læknahúsið Dea Medica. Samningurinn framkvæmd liðskipta, kviðsjár og brjóstaminnkunaraðgerða með greiðsluþátttöku sjúkratrygginga út febrúar 2028. Alma Möller heilbrigðisráðherra og Sigurður Helgi Helgason, forstjóri SÍ, undirrituðu samninginn í dag ásamt fulltrúum þjónustuaðila. Markmiðið er að stytta biðlista og með því létta á álagi á Landspítala og öðrum sjúkrahúsum. Þetta er unnið út frá greiningu á biðtíma og þarna að ræða 600 liðskiptaaðgerðir á ári, 1000 aðgerðir samtals, þannig að þetta breytir mjög miklu og bætir aðgengi sjúklinga og styttir bið. Almyrkvi á sólu verður sýnilegur frá Íslandi eftir slétt ár og búist við fjölda erlendra gesta til landsins til að upplifa sjónarspilið. Undirbúningur er þegar hafinn víða en hvar á landinu verður best að sjá hann, Ástrós Signíðardóttir? Almyrkvaslóðin mun sjást á Vestfjörðum, Vesturlandi, höfuðborgarsvæðinu og á Reykjanesskaga. Og þetta er í fyrsta sinn sem að almyrkvi á sólu sést á Íslandi síðan árið 1954. En hérna hjá mér er Sævar Helgi Bragason, vísindamiðlari, sem getur nú sagt okkur aðeins meira þennan stór viðburð. Sævar Helgi, er sólmyrkvi, hann er sjaldgæfur? Já, svona frá hverjum tilteknum stað á jörðin eru sólmyrkvar sjaldgæfur. Þeir sjást á svona kannski eitthvað það bil 400 ára fresti eða svo frá hverjum tilteknum stað sem dæmi hérna í Reykjavík. Þá sást almyrkvi síðast hérna árið 1433 og næst árið 2026 og þar á eftir 2245. En einhvers stóri jörðin er svona 1,5 árs fresti. Hvernig er best fyrir okkur að sjá þennan? Maður þarf að gæta fyllstu öryggis að sjálfsögðu, en best er að nýta sér einhvers konar svona sólmyrkvagleri eins og þessi hér sem að síja burt alla hættulegu geislun sólarinnar. Svo er þetta nota sólarsjónauka sem dæmi og sjónauka með sólarsíum, þannig að það er ýmislegt hægt til þess að skoða þetta á öruggan hátt. Og hvað er það sem við erum að fara að sjá? Við erum að fara að sjá einhverja fegurstu sýningu náttúrunnar. Það er rosalega erfitt að lýsa því hvað ber fyrir augum að því að einhvern veginn breytist allt í náttúrunni. Himinn breytist, öll lýsing í kringum okkur, vindurinn jafnvel líka og svo hreyfir þetta við okkur innra með okkur. Þannig að það er mjög algengt til dæmis að fólk fara að hágráta yfir fegurðinni sem blasir við þeim á himninum og vonandi bara viðra svona á okkur eftir 1 ár, þá verð ég alltaf mjög glaður. Veðrið, hvaða áhrif hefur það ef það verður svo bara skýjað og rigning? Ef það verður ský og rigning þá upplifum við samt eitthvað stórkostlegt og einstakt sem við upplifum aldrei aftur og það er að það skellur á myrkur miðjan dag í 1-2 mínútur fyrir eftir hvar við erum. En ef veðrið er svona eins og núna, það sem að sést í sólina, þá bara sjáum við fegursta sjónarspil náttúrunnar og mikið óskaplega vona ég að allt Ísland verði heiðskýrt þennan tiltekna dag, af því að við fáum ekki annað tækifæri fyrir árið 2196. Það er eins gott að nýtast tækifæri vel og horfa.
Já, ég hugsa að þessi hluti landsins verði mjög þéttpakkaður af fólki, bæði okkur heima fólkinu og svo sömulegis ferðafólki og það er bara að gera að undirbúa sig vel, verða sér út gleru og taka þátt í partíinu sem verður, þetta verður dásalvegt sama hvað. Já, ég held við tökum bara Sævar Helga á orðinu, byrjum að undirbúa okkur og hlakka til. Gerðu það, takk fyrir þetta Ástrós Signíðardóttir. Minkar valda áfram usla í laxveiði ám og minkagildrur hafa verið settar upp víða til að halda dýrinu í skefjum. Það er alþekkt að minkurinn herja á laxveiði ár og Elliðaárnar eru þar engin undantekning. En það er spurning hvort þessi helsti keppinautur stangaveiðimanna sé farin að skjóta þeim ref fyrir rass. Hann er mjög duglegur að veiða, eins og maður hefur séð. Hann er mjög duglegur og eiginlega duglegur en veiðimenn. Hann er aflakló. Hann er aflakló, en hann er aðskotahlutur og í íslenskri náttúru og við viljum hann bara í burtu og hann þarf ekkert að vera við árnar, sko. Allavega ekki mín vegna. Minkurinn er lævís og ekki á hverjum degi sem myndskeið eins og þessi sjást þar sem dýrið stingur sér ofan í ána til þess að sækja sína bráð. Dýraþjónustan er sífellt að leita minka allt árið og við erum með prógram í gangi við minkaleit og meðal hans mjög öflugt prógram í Elliðaárdalnum, alveg upp í Elliðavatn og svæðinu þar kring og í öðrum ám á höfuðborgarsvæðinu. Enda getur minkurinn valdið miklum skaða í lífríkinu. Þetta hefur áhrif á veiðimenn. Að því leyti til að meðan minkurinn er í hylnum þá er ekki mikil taka í hylnum. Og þá höfum við reynt að kalla á þjónustuna en þá er bara minkurinn farin með sinn feng. Minkagildrur hafa verið settar upp í kringum árnar og annar staðar þar sem dýrin ógna lífríki. Og við höfum verið svolítið að lendi því að gildrur séu teknar eða fara til og við viljum endilega biðja fólk að láta minkagildrur við árnar eiga sig, því að þær gera ekkert gagn að þeir eru farnar eitthvað langt í burtu. Laxveiðin blómstrar hins vegar í Elliðaánum þessa dagana. Minkurinn er ekki beint að minka laxveiðina? Nei, það er ekki minkurinn að minka laxveiði, það er alls konar aðri hlutir eins og ástand í sjónum og ef ég má minnast á aðskotadýr eins og eldislaxar og hnúðlaxar og eitthvað svoleiðis, en minkurinn sem slíkur er ekkert að minka laxveiðina í ár, það er aðri hlutir. Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, tók skóflustungu að nýjum þéttbýliskjarna í Fljótsdal í dag. Þá fær frúin í Hamborg sitt hús. Til hamingju. Já, forsetinn nefnir frúna í Hamborg en nýja þorpið fær einmitt heitið Hamborg og rís hálfum kílómetra frá Skriðuklaustri. Ekkert þéttbýli hefur áður verið í Fljótsdal en íbúaráð og fyrirtæki í dalnum óskuðu eftir því að það yrði byggt. 24 íbúðir eiga að rísa í fyrsta áfanga en í skipulagi er gert ráð fyrir allt að 40 lóðum til viðbótar. Frá og með deginum í dag og næstu 3 mánuði verður hægt að sjá trektarbók Snorra Eddu hér á landi í fyrsta sinn í 400 ár. Fræðimaður segir hana ómetanlega heimild ritun Snorra Eddu og eins nálægt því sem Snorri Sturluson skrifaði á sínum tíma og hægt er að komast. Trektarbók er eitt 4 meginhandrit af Snorra Eddu en af þeim 4 er aðeins konungsbók Snorra Eddu varðveitt hér á landi. Ormsbók eða Vormsbók er varðveitt í Árnasafni í Kaupmannahöfn og Uppsalabók í Svíþjóð. Trektarbókin er varðveitt í Útrekt í Hollandi og þaðan tekur hún nafn sitt. Já, þarna er Edda í gerð sem má kalla mjög upphaflega. Þarna hefur engu verið bætt við, virðist vera því sem að höfundurinn gekk frá sínum tíma. Þannig að þarna höfum við gylfaginningu, skáldskapamál og háttatal og ekkert fleira í bókinni, ólíkt ýmsum öðrum gerðum Eddu. Edda var í stöðuri mótun sem texti því að hún var kennslubók í skáldskaparfræðum og kennslubækur þarf alltaf reglulega að endurskoða og hver kennari hefur sína skoðun. En þarna höfum við sem sagt gerð sem er greinilega frá 13. öld og sennilega nálægt því sem að Snorri Sturluson sjálfur gekk frá sínum tíma. Eins og sjá má skriftin mjög smágerð og handritið ekki skreytt myndum eins og sum önnur og segir Haukur að þarna sé greinilega áhersla á áhuga á innihaldinu. Handritið sé mjög góður vitnisburður fornmenntastefnuna sem var þá að ryðja sig til rúms hér á landi. Í framhaldi af ítalska humanismanum, endurreisninni og siðaskiptunum. Hann segir að nokkuð vel sé hægt að rekja sögu bókarinnar sem skrifuð var af Páli Jónssyni í Þernuvík við Ísafjarðardjúp undir lok 16. aldar. Jón Arason, höfðingi í Vatnsfirði, eignaðist hana 1626 og tók með sér til Kaupmannahafnar þegar hann fór þangað til náms. Danski fræðimaðurinn Ole Worm gerði samanburð á henni og fyrirnefndi Worms bók Snorra Eddu sem var í eigu hans og loks endaði hún í Útrekt. Haukur hefur rannsakað trektarbók ítarlega en sá hana samt ekki með berum augum fyrr en í dag.
Nei, nú eru þær í fyrsta skipti hlið við hlið síðan á 17. öld, Wormsbók og Træktarbók og eru vonandi fagnaðarfundir. Og þá að veðri. Norðlæg eða breytileg átt á morgun 3 til 8 metrar. Skýjað og dálítil væta fyrir norðan fyrirpartinn en síðan skýjað og þurrt. Víða bjart og sólríkt sunnan heiða. Hiti 8 til 18 stig svalast við norðurströndina. Nánar veðrið að loknum íþróttafréttum. Það var hiti í þjálfurum FH og IA þegar liðin mættust í bestu deild karla í fótbolta í gærkvöldi. Áhorfendur í Kaplakrika fengu nóg fyrir peninginn, vítaklúður og fullt af mörkum. En minnkar landsliðshópur karla í körfubolta því 13 eru eftir af upprunalega 22 manna æfingahópnum. Liðið spilar 2 æfingaleiki í vikunni í undirbúningi sínum fyrir Evrópumótið. Og fjarlæga þurfti óstýrilátan tennisáhorfanda sem truflaði leikmenn. Áhorfandinn var þó ekki íþróttabulla, heldur grátandi unga barn. Skulum fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Kona sem berst við krabbamein í vélinda fær ekki að fara í fyrirhugaða geislameðferð á morgun, þar sem ekki starfsfólk á geislameðferðardeild Landspítalans til að taka á mótinu. Tollamál voru ofarlega á blaði ríkisstjórnarinnar á fyrsta fundi eftir sumarfrí. Enn getur brugðið til beggja vona fyrirhugaða tolla ESB og forsætisráðherra segir skýr skilaboð hafi verið send til Bandaríkjastjórnar. Norski olíusjóðurinn ætlar að selja sinn hlut í nokkrum ísraelskum fyrirtækjum eftir að í ljós koma eitt þeirra tengist Ísraelsher. Sjóðurinn á enn í tugum fyrirtækja í Ísrael og ætlar ekki að hætta að fjárfesta þar. Einn helsti keppinautur stangveiðimanna herjar á laxveiði ár og veldur usla. Myndband af mink stinga sér til sunds sýnir hversu flink dýrin eru við veiðar. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn ruv.is er uppfærður allan sólarhringinn að vanda. Þessum fréttatíman hins vegar lokið, verið sæl og njótið kvöldsins. Á RÚV í kvöld. Bakað í Marokkó. Sænska bakstursdrottningin Camilla Hamid ferðar til Marokkó til að kynnast uppruna sínum og læra að baka á marokkóskum sið. Drauma gufubaðið. Stuttir heimildaþættir þar sem við fylgjumst með fólki byggja drauma gufubaðið sitt. Óvenjuleg fjölskylda, Not Your Average Family. Breskir heimildaþættir áhrifavaldana Lauren og Charlie sem reyna að láta draum barneignir rætast. 7. boðorðið, The Sixth Commandment. Breskir sakamálaþættir byggðir á sönnum atburðum. Atburðarás sem hófst með kynnum háskólakennarans Peters Farquhar og nemandans Ben Fields leiddi til 2 dauðsfalla, flókinnar lögreglurannsóknar og réttarhalda. Heima. Önnur þáttaröð þessara bresku gamanþátta Peter og Katie sem snúa heim til Englands úr sumarfríi í Frakklandi með sýrlenska flóttamanninn Sami í skottinu á bílnum, án þess að hafa hugmynd það.